Hvað eigum við að gera núna? Nú var Seðlabankinn að ákveða að hækka vexti aftur upp í 7,5% og einhvern veginn þurfum við að bregðast við því, er það ekki? Jú, þetta þýðir að það verður bara dýrara að framfleyta sér á skuldum og við munum sennilega fara að finna fyrir því mjög hratt. Þegar við skuldum óverðtryggð lán til dæmis með breytilegum vöxtum þá er orðið beinara samband við stýrivextina en var áður. Það er eftir vaxtadóminn sem var núna fyrir áramót. En þetta líka bara mun smitast yfir á önnur lán eins og yfirdráttinn þinn, greiðsludreifingar á kreditkortum, bílalán, smálán, alls konar greiðsludreifingar í verslunum og svo framvegis. Þetta eru auðvitað slæmar fréttir inn í heimilisbókhaldið okkar hvað vextina varðar, en af hverju er þá verið að gera þetta? Ja, Seðlabankinn hefur það hlutverk að reyna að halda aftur af verðbólgunni og halda henni niðri eða sem næst 2,5%. Og núna er verðbólgan og hefur verið að mælast allt of há, en væntingar verðbólgu eru líka svo ljótar og það er kannski einna helst sem Seðlabankinn er smeykur við. Að það er verið að hafa áhrif á vexti til þess að reyna að hafa áhrif á verðbólgu í framtíðinni og hún lítur bara ekkert svo vel út. Þau hafa áhyggjur af vinnumarkaðnum, þau hafa áhyggjur af almennu verðlagi og auðvitað hefur ýmislegt svona sem við getum kannski kallað utanbeint verksvið Seðlabankans áhrif á þetta. Seðlabankinn vissulega hefur ekki áhrif á olíuverð út í heimi, Seðlabankinn er mjög erfitt með að hafa áhrif á skattahækkanir hjá ríkinu, en hann er samt að vega upp á móti verðbólgu áhrifum þessara ákvarðana og þessara atburða. Þetta þýðir þá á mannamáli að Seðlabankinn er hræddur við það hvert verðbólgan er að fara og hann hækkar vexti til þess að reyna að berjast á móti því og berja verðbólguna niður. En það kostar okkur þetta. Þannig að það sem við verðum að gera er að við verðum enn frekar að taka það alvarlega hversu slæmt það er að skulda peninga. Við verðum að passa okkur á þessu. Það er ekki hægt núna að ætla að fara að kaupa sér bíl á bílaláni. Við erum ekki að fara að dreifa greiðslum. Þú ert ekki að fara í ferðalag og segja ég borgi þetta bara einhvern veginn seinna og ég dreifi kreditkortareikningum. Núna erum við bara í varnarleik. Atvinnuleysi er að aukast, hagkerfið er að kólna, verðbólgan lítur illa út, vextinir voru að hækka. Þetta er bara varnarleikur. Núna getur verið tilefni til þess að henda saman heimilisbókhaldi og svona sjá í hvað peningarnir eru að fara, draga eins úr neyslunni, laga hana til, forgangsraða, skipuleggja sig vel. Það er alltaf góð hugmynd að gera það, en ég held að það sé sérstaklega góð hugmynd í dag.